Hvað viljið þið segja með þessu skilti sem þið eru að setja inn í? Við í rauninni erum að reyna að vekja athygli á málstað okkar, þessu 17.000 manna hópi sem komið niður á Facebook, og okkur fannst við þurfa að fylgja þið eftir með táknrænum hætti, og þetta er fyrsti liðurinn í því. Og við munum setja skilti hér beggja vegna við þennan hættulega vegarkafla. Hér er rétt áður kemur að Bónus og svo við Rósusels hringtorgi, og á þessu eru stutt og hnitmiðuð skilaboð til okkur manna bæði á íslensku og ensku, því að nú er það þannig að meirihluti þeirra sem aka hér eru erlendir ferðamenn, þannig að skilaboðin þurfa að vera bæði á íslensku og ensku. Hvað er næst á dagskránni hjá okkur? Hvað ætlið þið að gera fleira til að vekja athygli á þessu? Við erum til að vekja athygli á þessu að við munum standa fyrir ákveðnum uppákomum á samfélagsmiðlunum. Það er svona næst á dagskrá. Við erum að vinna vídeó þar sem aðstandendur þeirra sem hafa mist ástvini í bílslysi á Reykjanesbrautinni sem og þeir sem hafa lent í alvarlegum umferðarslysum á Reykjanesbraut munu koma og segja sögu sína, og þetta verður áhrifaríkt myndband sem mun fara víða. Þetta er okkar samfélagslega verkefni og við verðum að standa saman í því, og sögunar eru svo margar, þær eru svo sárar og erfiðar margar hverjar, að við verðum að nýta þær til að segja að við viljum ekki meira af þessu. Þannig að við ætlum að nota okkur samfélagið, og margir hafa litað til okkar að fá að taka þátt í því, og ef einhverjur hann úti sem vilja taka þátt, þá ekki hika við að hafa samband við okkur og bjóða fram kraft í það. Skilaboðin á þessu skilti, þið væntanlega ekki fengið leyfi fyrir því að dúndra þessu svona upp. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur að þetta muni vekja athygli? Við sem íbúar sem samfélags, við höfum ekki verið að spura leyfis hvort við viljum hafa slæmt umferðaröryggi. Við búum við mjög slæmt umferðaröryggi, og það er ekkert almennilegt að gerast hér til þess að fara í bráðabirgðar aðgerðir varða þessi 3 hættulegu gatnamót sem við erum að horfa á hér við hafnarafleggjara, við aðalgötu og þjóðbraut. Þannig að við segjum, við þurfum að gera eitthvað. Vonandi mun vegagerðin, og ég veit að vegagerðin er öllu að vilja gerð, en það er pólitíkin sem verður að koma með fjármuni í þetta verkefni. Þannig að við erum ekki með leyfi, höfum ekki fengið leyfi, en við höfum heldur ekki verið spurð leyfis hvort að við viljum búa við slæmt umferðaröryggi.